sársaukafullar aðgerðir, sjáum til hvort það borgi sig. Ef þetta hefur slæm áhrif á húsnæðismarkaðinn, þá bara bera þið ábyrgð á þessu. Þú veist, þetta bara það stórt. Þetta mun hafa áhrif á húsnæðismarkaðinn og þá þurfum við bara að taka því sem gefst. Góðan daginn og þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þetta hlaðvarp. Þessi þáttur eru boðið fiskhúsið.is, Happy Hydrate, Poulsen, Alvörubón, Bæjarins bestu pilsur, heitirpottar.is og drífa.is. Nú ef þú ert að hlusta á þetta á almennri veitu þá getur þú að sjálfsögðu fengið þennan þátt á undan öðrum og án auglýsinga með því að fara inn á partus.is/1pæling og gerast þar áskrifandi, en þannig ert þú að styðja við það að ég skapi þetta efni og áskrifundur eru stærsta staka tekjulind þessa hlaðvarps. Sem áskrifandi getur þú tengt hlaðvarpið við Apple Podcast eða aðrar hlaðvarpsveitur og fengið þáttinn uppfærðan með RSS-lekk sem þú finnur á partus.is/1pæling undir RSS-lekkir sem að gerir hlustun einfalda og þægilega. En ég vil hvetja ykkur til að segja viðskipti við samstarfsmenn mína, en þeir eru að sjálfsögðu ekki sammála mér allt, en þeir eru að stuðla að málfrelsi á Íslandi sem nákvæmlega það sem að þetta hlaðvarp snýst En vindum okkur á þættinum, gjörið þið svo vel. Jónas Hallur Gunnarsson, hvað segirðu gott? Bara ágætur, sko. Er það ekki bara? Jú. Nóg að gera á þér? Nóg að gera, það er svona ákveðið óvissu ástand, ég veit ekki hvort það tekið eftir því. Nei, ég tekið eftir því og ríkisstjórnin búin að setja fullt af öðrum breytum sem að gera þetta ennþá meira óvissu. Og ég veit að þú ert ekki að fara að segja að ríkisstjórnin sé bara að kasta ykkur undir vagninn, þó svo að ég myndi færa rök fyrir því. En svo við byrjum bara vítt. Hvernig horfir þessi staða við þér? Hvernig tökum bara svona breytingarnar sem hafa orðið á síðastliðnum mánuðum. Hvað myndirðu segja að séu svona stærstu breytingar? Sko, verri hagvaxtarhorfur, byrjum þar. Við erum að sigla inn í hægara hagkerfi en við byggumst við og kannski hefur það áhrif á húsnæðismarkaðinn í heild sinni að kannski mun okkur fjölga hægar og kannski er það allt í lagi, en það sem að kemur inn í það líka er það vextir hafa lækkað mun hægar en við höfum óskað okkur og það er farið að bíta virkilega á húsnæðismarkaðinn. Síðan onni það kemur þessi innleiðing á Evrópureglugerð CRR3 sem að gerir bönkum lætur banka verðleggja svona lán með mikilli veðsetningu, lán sem fyrstu kaupendur taka herra heldur en lán annara. Staða fyrstu kaupenda versnar með því. Onni það kemur vaxtamálið svokallaða sem að kemur mest niður á fyrstu kaupendum vegna þess að það er óvissa með þau lán sem að fyrstu kaupendur taka. Svo að þessi hæga lækkun vaxta, CRR3, vaxtamálið, þetta er allt einhvers konar svona, þetta er óveður ský fyrir fyrstu kaupendur og það er eitthvað sem við höfum miklar áhyggjur af. Síðan kemur stóri húsnæðispakkin sem var kynntur í síðustu viku. Þú segir að ríkisstjórnin hafi hent okkur undir rútuna. Ég er alveg ósammála því, sko. Það er lítið gagn í HMS ef við værum bara klappstýrur fyrir ríkisstjórnina. Við höfum okkar mat á þennan húsnæðispakka og við teljum að gera meira gott heldur en slæmt. Við teljum að geta lækkað verð á húsnæðismarkaði og til lengri tíma stuðla heilbrigðari húsnæðis og fasteigna og leigumarkaði, en við höfum ákveðnar áhyggjur af þróun á leigumarkaði til skamms tíma sérstaklega. Þannig að það er mörg að huga, en við myndum vilja stilla fókusin á einmitt fyrstu kaupendur og svo tekjulega á leigumarkaðin. Já, þú segir að þetta sé ekki galið. Ég held náttúrulega því til streitu að þetta sé frekar galið út af því að núna eins og þú ert að benda á mikið af óvissu þáttum að þegar þú ert að vinna með stórt kerfi sem er, mig langar að segja, langstærsta kerfi, það er miklu stærra en lífeyrissjóðirnir, það er miklu meira fjármunum innan þessa kerfi sem er húsnæðismarkaðurinn, fullt af öðrum þáttum sem þetta geta haft áhrif á, varða bara atvinnurekstur og líffólks, að þegar þú ert með stór kerfi og það er í óvissu, þá er mjög heimskulegt að taka stórar ákvarðanir inn í það kerfi og það þýðir bara með öll kerfi saman hvort það sé heilbrigðiskerfi eða annað að jafnvel ef að þú ætlir að grípa til einhver aðgerða sem að þau náttúrulega segja að sé til þess að takast á við þessu óvissu þætti þrátt fyrir það að ég til að þetta auki það bara að þá ættir að mata kerfið
Það að segja að þú kemur með eina breytu, sér hvaða áhrif það hefur til 4 mánaða, grípur til einhverja aðgerða ef að sú breyta hefur einhver ákveðin áhrif, en að taka 5-6 breytur og keyra það inn í kerfi, að það þýðir það að þú veist ekkert hvaða breyta hefur áhrif á hvaða þætti. Og svo hafa náttúrulega breytunar víxlverkandi áhrif, sem að þýðir það að suma breytunar eins og bara ef við tökum bara leigumarkaðinn, það að segja við fólk núna að þú ætlar að fara að setja söluskatt á 22% söluskatt á hagnað af sölu húsnæðis, viðbótar húsnæðis, samhliða því að ætla að grípa til einhver ákveðina skilyrða gagnvart leigjendum, að þá veistu ekkert hvernig markaðurinn grípur þá breytu. Og eins og ég bara horfi bara á þetta, að núna erum við bara að bíða eftir því að hvort að mókist inn eignir inn á þennan markað sem mun þá lækka fasteignaverð, og þá eru einhverjir sem eru nýtilkomnir inn á fasteignamarkað að fara að sjá neikvætt eigið fé í fasteigninni, eða þá að leiguverð muni koma til með að hækka, sem ég veit að flestir leigusalar sem eru á persónulegri kennitölu, sem eru 50-60% af öllum leigusölum, að þá er það bara þú veist að fara að hækka leiguna. Sem því þá lögaðalar að fara að sjá sér klatti glóðurinnar, sjá kannski að þau geta fengið húsnæðis ódýrara en geta gripið þessa hækkun á leigumarkaði. En við vitum ekkert, þú veist, það er ekki hægt að greina þetta, út af því að þá er þetta bara spurning tíma, hvort af þessum víxlverkandi þáttum mun koma undan, sko. Já, og ef maður væri með fallegt starffræði líka, þá væri fínt að einmitt skoða hluti að öðru óbreyttu. En þetta er svona damned if you do, damned if you don't vandamál hjá ríkisstjórninni. Ef að myndu byrja að mata kerfið með einhverjum einstökum aðgerðum, þá væri þau örugglega myndu þau sæta gagnrýni fyrir að vera að gera of lítið í einu. Þetta er einhvers konar leið fyrir þau til að svona sýna á spilin og sýna hvað þau ætla að gera. Það er fullt sem er að fara að gerast og það er ekki alltaf að fara að gera strax. Fullt af þessum aðgerðum eru langtíma aðgerðir og svo eru einhverjar sem eru skammtíma. Og þetta er náttúrulega bara pólitískt dæmi, þetta er náttúrulega áhætta sem eru að taka og þetta er mjög pólitísku pakki og að mínum að þetta er mjög mikill séreignar pakki. Þetta er mjög mikið í anda séreignar stefnunar, þeir eru að fókusera á að reyna að halda fasteignaverði lágu, bæði með, það er hægt að halda eða lækka fasteignaverð með tveimur leiðum, annars vegar með því að draga úr eftirspurn og hins vegar með því að auka framboð. Og ríkisstjórnin er að reyna að gera bæði. Þeir eru að reyna að auka framboð með einföldun og regluverki og uppbyggingu í Úlfarsárdal, þeir eru með þessi hlutdeildar lána að festa þau í sessi og svo er að reyna að draga úr eftirspurn til dæmis sem þú segir með eða auka framboð til skamms tíma líka með setja skatt á söluhagnað og hækka skatt á leigusala svo að þeir sem eru í þessum rekstri, þessu einstaklingsleigusalar sjá sig kannski bara fært að því að selja og setja hann á markað. Þannig getur kannski auki framboð til skamms tíma. Auðvitað er þetta ekki, þú veist, þetta er mjög pólitísk aðgerð og felur í sér mikla hættu og sérstaklega er hættan svo einmitt, ef minnkar, eigur framboð til skamms tíma á fasteignamarkaði, þá gerist það ekki í tómarúmi, það fer framboð frá leigumarkaðin yfir á fasteignamarkaðin og getur leitt til hærra leiguvers til skamms tíma. En svo eru líka með langtíma aðgerðir á leigumarkaði, þeir eru með hækka hlutdeild stofnframlaga og þá auka við uppbyggingu, reyna að koma henni af stað og það er eitthvað sem til langs tíma er mjög gott fyrir leigjendur og vegna þess að, og til langs tíma er líka það sko að gera minna fýsilegt fyrir einstaklinga að vera leigusalar til ég vera góða aðgerð í sjálfu sér til langs tíma, þar sem að einstaklingsleigusalar eru oft þeir sem eru ekki með djúpa vasa, þeir eru hugsa ekki að vera leigusala til langs tíma og þar af leiðandi geta ekki boðið leigjendur sínum upp á það húsnæðisöryggi sem að þeir annars hefðu hjá óhagnaðardrifnum leigufélögum og þyrftu líka að rukka hærri leigu bara vegna þess að það er meiri kostnaður sem þeir þurfa að standa undir. Þannig að þetta eru jákvæðu teiknin á leigumarkaðnum. En vissulega til skamms tíma þá getur þetta hækka leiguverð. Ég get ekki dregin inn aðra ályktun en það. Nei. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsu sem er ekki frá Bæjarins bestu og þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarpi í eyrun.
farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Það er alveg 100% sko, eins og segja, og ég líka svo ég tala nú mín hagsmuni, þó svo ég reyndar tala alltaf gegn mínum hagsmunum því ég vil ekki sjá fasteign vera hækkar, þá ég sjálfur leigusali og ég líka í miklu sambandi við leigusala og það bara allir sammála það, bara leigan að fara að hækka sem nemur, ég meina þetta bara einfalt Excel-skjal, bara að þú telur að þú munir þurfa að greiða af söluhagnaði eftir 6 ár, að þá bara deilur því með 62 mánuðum eða hvað sem það og sér þá fram á það að 72 og horfir á það þannig að þú ert alltaf að fara að greiða þann hagnað en þú þarft einhvers þar að fá hann og munt þá velta honum út í leiguverðið. En ég einhvern veginn sko, og eins og ég segi, þú veist, það svo margt í þessum pakka sem að líka eins og ég allavega sé þetta, þú talar óhagnaðardrifið húsnæði en við þurfum þá líka bara að horfa til þess að núna hafa verið að koma skýrslur það að gallamál í nýbyggingum eru gríðarlega mikil og húsnæðismálaráðherra segir núna að skammast í sko verktökum fyrir það að vera að selja húsnæðið of dýrt en segist samt ætla að einfalda regluverk til þess að takast á við þann kostnað sem það kostar að byggja en að það muni ekkert vera að gefa eftir af gæðunum og maður horfir á þetta og bara hvað ertu að tala ætlar að fara að auka gæði minnka eftirlit, skamma verktaka fyrir það að selja of dýrt en að húsnæði muni koma til með að vera ódýrara út af því að þeir eru verktakar sem hafa þurft að lúta þessum reglum muni ekki þurfa að lúta þeim en gæðin verða þau sömu. Maður bara einhver hringekju sko. Sko þessi einföldun byggingareglugerðar afrakstur svolítið mikil að vinnu. Þetta ekki eitthvað sem að gerðist bara strax. Þetta hefur verið í bígerð og bara gera byggingareglugerðina miklu skiljanlegri. Þetta svona þú veist, þetta smá, ef vissu leiti eitthvað tæknilegt mál, það sem að við erum bara að gera það mun auðveldara fyrir byggingaraðila að skilja hvað þið þurfa að byggja og hvernig þið þurfa að gera það og þetta afrakstur af samtala okkar við hagaðila. Þannig að með því verður vonandi ódýrara að byggja, mér finnst það að vera svona nokkuð líkleg niðurstaða því. Síðan kemur hún að byggingar eftirlitið og þar viljum við skiptum kerfi. Við viljum fá óháðar skoðanastofur til þess að sjá eftirlit með byggingagöllum og við teljum það vera miklu betri leið þannig að það verður í raun og meira eftirlit, bara öðruvísi, allavega betra eftirlit, skilvirkara sem að ég vona að muni leiða til minni byggingagalla. Þannig að það sem við höfum eru ódýrari uppbygging, betri hús og minni óvissa hvað þú ert að kaupa og að þú fáir ekki einhverja leynda galla. En það versta við núverandi kerfi að við vitum í rauninni ekki hvað mikið af byggingagöllum, við höfum ekki nógu mikið af góðum gögnum vegna þess að eftirlitið hefur ekki gengið sem skildi. En þú veist, þetta er dæmi frambúðsaðgerð sem að tekur smá tíma að komast inn í markaðinn. Frambúðsaðgerðir og það svona vonandi jákvæði punkturinn í þessu á síðustu árum að ríkisstjórn og stjórnvöld hafa séð hagsinni því að einbeita sér að framboðsliðinni að til lengri tíma lækkar húsnæðisverð með því að lækka byggingakostnað. En það er náttúrulega leiðilegt vegna þess að hefur ekki áhrif strax. Þannig að það er rosalega erfitt að mæla hversu mikil áhrif það verður og hvenar þau koma inn. Þannig að ég fagnaði allavega mjög mikið að þetta er komið í gegn og þetta mun hafa góð áhrif en við þurfum bara að bíða með þetta. Á meðan þetta hinar eftirspurnaraðgerðirnar og svona skammtímaaðgerðirnar sem gætu haft einhver áhrif til skemmri tíma. Já, því að mér finnst við alltaf verið í einhver svona drastískum aðgerðum eins og bara, þú veist, við þurfum ekki að horfa langt aftur í tíman til þess að gera grein fyrir því að það að lækka vexti mjög lágt niður og í langan tíma hefur gríðarlega eftirspurnarhvetjandi áhrif og ég sko því að maður er einhver að reyna að horfa á þetta til lengri tíma líka þó svo að eins og segir, ég held að skammtíma áhrifin muni að verða stórkostlega hækkað leiguverð og að lokum hækkandi húsnæðisverð út af því að þrátt fyrir það sé talað það að það sé verið að reyna að losa eignir, það mun alltaf lögaðalar sjá eins og segi svona tækifæri í því að grípa þetta hækkandi leiguverð og sópa það til sín eignum. Hvað var ekki, Guðmundur Hrafn var alltaf kvart yfir því að vera svo 78% eða eitthvað lögaðalega sem var að kaupa upp húsnæði. Ég held að það hlutfall muni koma til með að aukast, sérstaklega núna þegar að borgarar hafa ekki hag af því að kaupa sér fasteign og leiga hana út.
en sko núna ég að skoða hérna Má ég Já, stoppa Kristjana. þér, vegna þess að ég er ekki viss að ég fylgi þarna, þú ert að auka kvaðir á leigusala en þú býst samt við að húsnæðisverð hækki vegna þess að leigusala sjá sér meira tækifæri í að leigja út. Já, ég held að leigu út af því að sko, út af því ég veit að þetta á að móka eignum minna markað, en út af því að við vitum að það er ákveðið uppnám í öllu sem við kemur því að fá lán, að þá mun vera meira fjármagn hjá þessum lögaðilum sem eru fjársterkir aðilar sem mun að hafa hag af því að kaupa upp húsnæði sem er svona að standa í stað eða kannski jafnvel aðeins að lækka út af því að þeir geta gripið allar þessar leigutekjur sem að núna verða fyrir hendi. Út af því ég held að verði miklu fleiri sem að við græða á því að vera með út af þessum auka 22% af söluhagnaði, menn að það verður alltaf velt út í leigu, þannig að það er eignir sem munu koma inn á markaðinn verða held ég greipnar af lögaðalum sem að síðan setja bara í leigu. Já, ég held ég ósammála þér í þessu en þú, svo skilur þá heldur að, já, að einstaklingsleigusala munu reyna að selja íbúðin sínar og þeir sem að kaupa íbúðunar séu stór leigufélög í staðinn fyrir fyrstu kaupendur. Já, ok. Ég er ósammálaður í því að þeir muni reyna að ná að velta skattinn á söluhagnaðinn út í leiguna. Ég held að það sé En hvar myndi þá þessi þú veist, ef þú þarft þennan viðbóta 22%, hvar myndir það fá það? Bara framlegð er ekki náttúrulögmál, hún verður bara minni. Þú veist, það er eftirspurnin á leigumarkaði, hún er mjög ótegjandi skamstíma, þannig að þú veist, ef þú hækkar skattin á leigusalun núna, þá er auðvelt með að velta það út í verðið. En skatt á söluhagnað, þá ertu að hugsa einhverja væntartekjur eftir 5 ár. Þú getur ekki gengið að vísu að getur bara velt 5 ára væntri verðhækkun inn á leigumarkaðin og búist við ekkert gerist. Sérstaklega ekki ef þú ert með mikið af íbúðum sem eru núna á fasteignamarkaði á lægra verði og þú ert með leigjendur sem að hugsa, heyrðu, ég árundar efni á að kaupa þessa fasteign, ég bara geri það í staðinn. En leigusalar út af því ég held að þessi áhrif munu koma til með að verða miklu fyrir út af allir leigusalar sem ég tala við eru búnir að hækka leiguna. Eru búnir að láta leigjendunum sinna vita að leigan mun koma til með að hækka 30%. Já, verðhækkunin mun held ég vera vegna þess að út af þessum skatta á leigusala að hann hækkar og svo líka vegna þess að það er bannað að hækka verð núna í leigusamningum fyrstu 12 mánuðina. Þá eru leigusalar reyna að tryggja sér fram í tíma þarna. En ég trúi því að það muni gerast en ég er meira efins með söluhagnaðinn að ég held að hann drægi frekar úr vilja fjárfesta, hvort sem að það séu einstaklingar eða leigufélög en alltaf leigufélög borga nú þegar skatta á söluhagnaðinn, þannig að dregur mest úr vilja einstaklinga til þess að kaupa sér íbúð til þess að leigja hann út og þannig verður minni vera færri hugsanlegir kaupendur á leigumarkaði. Að kaupa og skiptum dekk hefur aldrei verið einfaldara. Drífa.is er í samstarfi við fjölda dekkjaverkstæða og er alhliða lausn þar sem að þú getur flett upp þínum bíl með því að skrá inn bílnúmerið og keypt dekk í þeim verðflokki sem að hentar þínum bíl best. Nú ef þú ert í vafa dekkjastærðir þá getur þú einnig tekið mynd af dekkjunum þar sem að vefþjónustan staðfestir þetta allt við þig. Þetta kann að hljóma of einfalt til að vera satt en svona er þetta nú samt. Einnig er boðið upp á sérþjónustu þar sem að dekkjabíllinn kemur upp á dyrum, umfelgar, skiptir dekk og hann jafnvægir stilltur á staðnum. Eins og segið þá hefur þetta aldrei verið einfaldara og nú er tíminn eins og við vitum öll. Skelltu þér inn á drífa.is og fundu bestu dekkjaþjónustuna sem hentar þér. Leigusalar. Já, ég fór með fleipur í síðasta þætti fyrir þá sem hlustuðu á húsnæðisþáttinn þar sem ég sagði að lögalar greiddu, ég held að það væri bara minna af söluhagnaði sem þeir væri að greiða en það er víst allur söluhagnaðurinn. Já, bara fjármagnstekjuskattur. Já. Hérna, ég er að skoða HMS út af því við erum líka í svona framtíðarhorfum og þannig að hérna titill sem það stendur heimilum á leigumarkaði getur fjölgað 5.000 fram til 2030 og það eru 5 ár þangað til og ég setti þetta og það eru núna 50.000 heimili og þeim mun koma til með að fjölga 4 til 6.000 á næstu 5 árum. Og ég fór í heimildina þar sem að ég skoðaði og bar þetta saman með mannfjöldaspá Hagstofunnar. Þar sem að þetta er grein eftir Jón Traustaður Einarsson að mannfjöldaspá boðar mikla fjölgun aðfluttra Íslendinga.
þannig að það notar orðið aðfluttir Íslendingar sem að mér svolítið sérstæðan, við veitum ekki út í það. Íslendingar verða orðnir 500.000 árið 2042 samkvæmt spá Hagstofunnar. Þar að fjölgar aðfluttum 85.000 en fæðingartíðni lækkar, karlmennum fjölgar hlutfallslega. Þannig að það sem við erum að fara að sjá er að það er mikið af einstæðum karlmennum að fara að koma til landsins sem að munu þá þurfa að búa einhvers staðar og það er talað nánast að ef ég er að skilja þess að tölur rétt að þá er þetta tvöföldun erlendra aðila sem munu koma til með að búa á Íslandi. Þið talið að frambóð á leiguheimilum munu koma til með að fjölga 5.000 og ég hugsaði með mér á næstu 5 árum, það er setið 2030 en ef við tökum bara þriðjung af þessari tölu sem við vorum að tala hérna þá vorum við að tala 28.000 heimili sem að þyrfti til þess að hýsa þetta fólk til næstu 5 ára og ég er að velta fyrir mér mun þetta koma til með að duga eða er ég kannski að fara með fleipur með tölunar að þínum mati? Nei, þetta er rétt og þetta er flæðisstærð, fólk flytur til landsins og frá landinu og svo fjölgar okkur, segir Hagstofan að nú býst við okkur fjölgi og það sé út af aðflutningi vinnuafls. Þessi spá þarna sem við gerðum er varfærin, hún bara byggir á því að jafnmargir séu hérna á leigumarkaði og að hlutfalli haldist þannig, getur verið að þessu fleiri að vera meiri eftirspurn eftir leiguíbúðum og það er eitthvað sem við þurfum að hafa augun á en stóra fréttin í þessu er líka það svo að heimilin eru 50.000 á leigumarkaði en ekki 35.000 eins og ég heldum áður og það er einmitt út af því að við vorum ekki að telja nógu mikið þessa erlendu aðila á leigumarkaði. Við erum að gera það núna og það kannski svona er meiri rökstuðningur fyrir því að við þurfum að hafa augun á leigumarkaðnum bæði af framboði og eftirspurn og líka samsetningu leigusala á leigumarkaðnum til þess að tryggja húsnæðisöryggi. Ef við ætlum að tryggja húsnæðisöryggi fyrir bara alla sem búa á Íslandi sama hvað og draga úr verðsveiflum þá þurfum við líka að hafa mjög mikinn fókus þarna á leigumarkaðnum. Já, það verður áhugavert að fylgjast með þessu það er núna náttúrulega líka svo við setjum þetta í samhengi líka við hlutdeildarlánin sem að ég náttúrulega tel að sé ræðilegt úrræði að ástæðan fyrir líka ég tel að sé sérstaklega slæmt núna er út af því að við erum að sjá núna, þetta er önnur breyta sem fyrir algjörlega krossvikur þannig út af því að ef að einhver til dæmis að fara að taka hlutdeildarlán á næstunni en við erum að fara að sjá eignum eða allavega ríkisstjórnin vonar að fullt eignum verið sópaðan á markaðin út af því að fólk vil forðast þessa skatta á söluhagnað að það sem er náttúrulega sérstaklega slæmt til hlutdeildarlánin er að þú ert að koma með svo lítið framlag að það er miklu auðveldara fyrir þig að lenda í neikvæðu eigið og það er það sem ég til muni gerast núna ef við verum að fara að sópa mikið af hlutdeildarláni eða hlutdeildarlánum segi ég inn á þennan markað samhliða því að ríkisstjórnin er að vonast til að verð lækki að þá erum við að setja mjög marga einstaklinga og fyrstukaupendur í svolítið rúllettu Já, það kemur kannski líka inn á áhugavert mál þarna vegna þess að þetta gæti gerst sérstaklega á hlutdeildarlántakar taka verðtryggð lán sem að eru viðkvæm fyrir því og svona bjóð upp á hættuna að maður endi með neikvætt eigið fé. Lántaka er þannig, hún er áhættusöm og það er kannski stærstu mótrögin gegn séreignarstefnunni að allir eigi íbúð því það líka að allir taki lán og ekki allir eiga að steypa sér í svona mikla skuldir en séreignarstefnan er hlutdeildarlánin er afbrigði af séreignarstefnunni og er að reyna að svona koma til móts við þá löngun fólks að eignast sitt eigið húsnæði þetta er klárlega hættunar sem fylgja því en það er samt virðast þau vera að hjálpa fólki að komast inn á markaðinn og halda húsnæðisverðinu tiltölulega lágu þannig að húsnæðiskostnaður þessar fólks sem býr í eigin húsnæði mun haldast ágætlega lágur en það sem ég langaði að koma inn á voru verðtryggðu lán við áttum eftir að tala um þau það er náttúrulega stór frétt sem að við finnst ekki hafa farið nóga hátt í þessum húsnæðispakka eru framtíðar áformin verðtryggð lán. Við erum með núna þessa óvissu vexti og ég veit ekki hvenær þessi þáttu fyrir loftið og hvort að verði komin einhver vaxtaviðmið frá Seðlabankanum þá
og hvort að Við erum að bankarnir tala saman 15. november, já, klukkan 13:34. og hvort að viðskiptabankarnir verður komni bara búin að veita verðtryggðan og breytilegum vöxtum og allt í gútti og þannig, ég vona virkilega að það gerist en ég hef mínar áhyggjur en langtíma áformin hjá ríkisstjórninni að greinilega fasa út verðtryggðan, búa til lágmarksraða segja afborgana á lánum, því að þurfir að hafa einhverja eignamyndun á lán til þess einmitt að koma í veg fyrir að fólk endi með neikvætt eigið fé. Hlaðvarp í samstarfi við Happy Hydrate. Steinefni eru orðin mikilvægur þáttur í mínu lífi og ég ekki einu svona grínast, ég að nota þessar vörur í alvörinu. Það ástæða fyrir því að þessir kassar hérna eru tómir. Nýjungarnar og framþróunin hjá Happy Hydrate reynd út sagt frábær. Kreatín samhliða steinefnunum, eitthvað sem að þeir bjóða upp á og ég nota að staðaldri. Eftir að ég byrjaði að nota þessar frábæru vörur að þá líður mér einfallega betri. Ég kem meiri verk og dagurinn verður betri. Dagskammtur af nauðsynlegu vítamínum, engin gervisykur og þú færð þetta í rauninni hvar sem að þú verslar. Þú verður ekki fyrir vonbrigðum ef þú prófar þetta og ég mæli með að þú gerir það strax í dag. En samt með hlutdeildarlán. Þannig að þú veist, þetta rosalega skrítið eins og þú segir að fólk þurfi að vera greiða dálítið hratt niður og það sem mun þá gera fólki erfiðar að standast lántakaskilyrði. En samt sem áður á hlutdeildarláni sem á þá að grípa það einhvern veginn. Fólk tekur náttúrulega hlutdeildarlán fyrir bara hluta af íbúðinni. Stærsti hluti íbúðarinnar fer í bara venjulegt bankalán sem að ríkisstjórnin vill að sé óvertryggt og sé eignamyndun í. Þannig geti þessi lántakar eignast eitthvað eigið fé í eigninni. En þú veist, jú, ef að það bara augljóst að ef húsnæðisverð hækkar ekki hratt þá verður eignamyndun ekki að pröfa hún hefur verið, en þetta náttúrulega svolítið spírall. Kannski ef maður dregur þá línu í sandinn að maður vilja ekki að húsnæðisverð hækki, þá þýðir það líka eignamyndun fólk sem á húsnæðismarkaði verði hægari og fylgi bara afborgunum á lánum. Þannig að þú veist, til lengri tíma sé ég fram á að þetta geti stuðla að miklu hollari fasteignamarkaði, en það þýðir líka að við þurfum aðeins að venja okkur af þeirri þróun sem hefur átt sér stað á síðustu árum. Ég tók þátt í kjarasamningsmálum og gerð þegar BSRB og Samhengi voru að bæði að skapa lífskjarasamningana en svo sérstaklega þegar það var innleitt árið 2003 styttingu vinnuvikunar og það sem heitir svona vaktahvatakerfi. Og það sem var gert þá var að það var rosalega mikið af nýjum breytum. Eins og ég að tala hérna, það heimskulegt að setja nýja breytur en fólk getur haft sína skoðanir á því. Og eins og þú segir að þetta náttúrulega bara pólitískt, þannig að við getum gert fastlega ráð fyrir því að ríkisstjórnin veit alveg að þetta ekki skynsamlegt. En ok, það mín skoðun og ég veit að þú ert ekki að taka undir það. En það sem gerðist svolítið í þessari kjarasamningsgerð var að það var alltaf verið að innleiða þetta á einhverju nýjum forsendum. Og vaktahvatakerfið var alltaf breytt til þess að takast á við afleiðingar annarra þátta. Það að segja að það var innleitt eitthvað og til þess að takast á við vandamál sem að sköpuðust á því að það var innleitt viðbótar ákvæði og til þess að takast á við vandamál sem að komið át á því að það var komið á annað svona viðbótar ákvæði. Og þú veist alveg hvað ég að tala hérna í þessu samhengi að ég held að þetta plagg sem að þessi húsnæðispakki mun alltaf koma til með að lenda í samskonar ágreiningi við sjálft sig. Þar sem að það þarf alltaf að vera innleiða eitthvað nýtt og nýtt og nýtt til þess að takast á við nýjan veruleika sem að komin út af einhverjum ákveðnum breytum. Þess vegna tel ég að þetta sé sérstaklega slæmt að þetta sé svona pólitískt. Út af því að núna þegar við erum að setja svona margar víxlverkandi breytur eins og það að fólk þurfa að vera með einhverjar lámars þú veist að vera með að lántakaskilyrðin séu bæði auðveldu en líka sett aukna hvað á þær, að þá mun það alltaf koma til með að búa til einhver veruleika sem er svo ótrúlega erfitt að nema. Og það sem er sérstaklega vont við það að eftir því sem hann heyrist best að þá hefur Seðlabankinn og lánastofnunar ekki mikla trú á þessum áformum. Og ef þeir hafa ekki trú á þessu að þá mjög ólíklegt að þeir munu koma til með að bæta stöðuna þannig að þessi húsnæðispakki mun koma til með að geta orðið að raunveruleika sko. Já, finnst þér Seðlabankinn ekki hafa trú á þessu? Það er 15 dagar eða 14 dagar í ákvörðun en nei, eftir því sem maður heyrir
þó svo að hann hafi liðkað til með það að leyfa aukin landtökuskilyrði og minnka þess að sagt, hvað var það, EIF niður í 10%, þannig að fólk getur tekið 90% lán. Ég á eftir að sjá hvort þeir hafi trúað þessu. Landsbankinn gaf út að þeir hefðu enga trúað því að Seðlabankinn geti lækkað vexti. Ég ekki með nægilega mikla þekking á því hvað þarf að vera fyrir hendi nákvæmlega á markaðnum til þess að hann geti lækkað stýrivexti. Tóti Páls reyndar sagði núna fyrir skömmu að hann teldi að Seðlabankinn myndi koma til með að lækka vexti. En ég samt sem áður einhvern veginn eftir því sem maður hlustar á fleiri þá hafa færri og færri trú á þessu sem allavega ég tek alvarlega. Já, sko ég get tekið undir með þér í því að svona það sem ég myndi kalla bútasaumsnálgun getur verið skaðleg. Það að segja að þú ert með eitthvað sérákvæði, svo ert með annað sérákvæði til þess að fylla upp fyrir ófyrir sér afleiðingar þess. Það sem ég hrifin af í þessu að sumt að þessu nefnilega að sko að losa sig við þessi sérákvæði. Skatturinn og söluhagnað til dæmis afnám undanþágu. Þannig að þú veist, undanþágan var svo að einstaklingar þurftu ekki greiða hagnaðinn af sínum atvinnurekstri eins og önnur fyrirtæki í hagkerfinu. Þetta hefur það góða afleiðingar að fjármagn sem fer í atvinnurekstur fer í minna mæli inn á fasteignamarkaðinn og meira mæli inn í hlutabréf, held ég. Getur haft áhrif allavega. Sama með séreignarsparnaðarleiðina, einhvers konar óljós aðferð sem hefur alltaf verið framlengd til 1 árs og þú veist, fólk getur haft mismunandi skoðanir á þessari leið, en núna allavega vitum við nákvæmlega til hverja hún nær og til hverja hún nær ekki, í staðinn fyrir að þetta sé alltaf eitthvað svona last minute dæmi. Og líka það að núna dettur út mjög mikið af fólki sem hefur notað séreignarsparnaðarleiðina síðustu 10 árin. Það alveg töluverður hluti þarna sem að mun ekki geta nýtt sér þetta skattfrjálst. Og þetta svona það finnst mér vera svona það sniðugasta ef ég myndi gefa mitt álit á það sko í þessu, en síðan þú veist, þú talar þessar þú veist, aðgerðir, ég meina, hlutdeildarlán svona sér aðgerð og hún hefur þau áhrif að kannski ertu að þvinga markaðinn í að byggja eitthvað ákveðið og ef það ekki það sem markaðurinn vill, þá getur haft slæmar afleiðingar. Við erum bara það heppin að þetta nákvæmlega það sem markaðurinn vill frekar ódýrar íbúðir og minni íbúðir. Verktakar hafa samt verið að kvarta yfir því að Reykjavíkurborg hefur verið að setja ákveðin skilyrði fermetrafjölda innan ákveðina reita og þeir hafa maður hefur hitt alla verktaka að vera að kvarta yfir því að þeir segja, við viljum kannski gera bara auka íbúð ofan í þessu fermetra og það sagt nei og þá þurfa þeir að velta það út í verðið sem svo eignir sem að seljast ekki, þeir eru að borga fjármagnskostnaða því. Algjörlega, ég sammála. Þetta eitthvað sem óhagkvæmt. Skipulagsyfirvöld, Reykjavíkurborg og önnur sveitarfélög hafa verið að setja verktökum skorður sem óhagkvæmar og það náttúrulega ekki gott. Það ekki gott af fólk sem með pening á línunni veit hvað selst vel en getur ekki selt það vegna þess að það einhver önnur miðstýr ákvörðun sem ætlaði ekki að hafa þá ætlaði, þú veist, eitthvað miðstýrt stjórnvald sem ætlaði ekki taka þessi ákvörðun en gerði það. Þetta eitthvað sem þarf að ég held að þurfa að huga að þau ætlum að byggja upp í Úlfarsárdal og ég vona það verður ekki þrengt að verktökum verður ekki settur of þröngar skorður upp á stærð og fjölda herbergja og þannig heldur sér hlustað á það sem markaðurinn vill. Ég set ákveðnar athugasemdir það líka við þau tala að vilja einbeita sér að ungu fólki en við vitum að megniða fólksfjölguninni á næstu áratugum verður fólk á miðumaldri og eldra fólk. Vissulega litlar íbúðir en mögulega ekki svona mikið af barnafjölskyldum með hvernig hvert stefnir. Að kaupa eða selja húsnæði ein stærsta ákvörðun lífsins. Þess vegna skiptir máli að hafa ekki bara sölumann heldur ráðgjafa þér við hlið.
Hlaðvarpið fjallar mikið húsnæðismál og því það í samstarfi við þá færustu í geiranum hjá fasteignasölunni Pálsson. Pálsson fasteignasala leggur áherslu á persónulega þjónustu, fagmennsku og gagnsæi. Notast við sérstaka ferla sem að tryggja það að bæði kaupendur og seljendur vita upp á hár hvernig að þessu staðið. Allt frá undirbúningi myndatöku til loka sölunar. Boðið upp á fría ráðgjöf og verkfæri eins og eignavakt.is sem sér til þess að þú missir aldrei af réttu eigninni og verðmat.is sem hjálpa þér að taka upplýsta ákvörðun verð. Heimsæktu pálssonfasteignasala.is og fáðu þína persónulegu ráðgjöf strax í dag. Nei, og svo þetta náttúrulega bara ákveðin ég langar að segja einkennileg þróun, við kallum þetta óhagnaðardrifið, því ég hef talað við verktakar sem hafa unnið í þessum óhagnaðardrifnu, þetta eru bara eitthvað fólk sem að nota skyldusparnað annars fólks til þess að klappa sér á bakið og segjast vera að rétta einhverjum lykla sem að eins og við höfum nú rætt, það sem þetta eru bara eitthvað fólk með sem náttúrulega bara að sjá hagsmunum borgið í því að nýta svona pólitísku vægi. Nei, já, og kannski óhagnaðardrifið ekki rétt orðið, en þetta allavega... Það engin óhagnaðardrifin í þessu. Þetta allavega ekki, þetta eru félög sem ekki greið út arð, þetta eru félög sem að eiga að fjárfesta í öðrum íbúðum. En þeir eru bara að ráða inn aðra sem að greið út arð, sko. Þetta eru verktakar sem eru að fara að græða á þessu. Allir sem að mæta á staðinn eru að græða á þessu. Það kemur engin, þetta ekki eitthvað kumbaya góðgerðarstarfsemi, sko. Nei, en leigan sem slík ekki áætluð út frá því að hámarka arðsemi eigandana, sem að það sem að þetta hugtak óhagnaðardrifið á að ná til, hvort sem að nákvæmt eða ekki einmitt, það það alveg góð spurning, en ef svo það eitt sem að hefur pirrað mig með umræðunum óhagnaðardrifið leiguhúsnæði, að ef að maður vill styðja við leigumarkaðinn, styðja við fólk á leigumarkaði, þá, hvað mesta bang for buck? Við vitum að húsnæðisbætur fara upp í verðlag og svo á endanum maður ekki að styðja leigjendur, maður að styðja leigusala. Gott og vel, kannski maður að... Sama á gildir með skattana á söluhagnað? Já, með skatta á leigusala þá ertu að skattleggja leigjendur líka, eins og Guðmundur Arngrímsson, formaður leigjendasamtaka, hefur bent á. Sérstaklega til skamstíma vegna þess að fólk getur ekkert farið að leigumarkaði og þarf að búa einhvers staðar. Þá skoða maður framboðsleiðina. Já, byggjum þá ódýrt húsnæði sem fyrir leigjendur. Það nákvæmlega það sem að stofnframlögin eru. Þannig að fyrir mér hljómar þetta eins og mest bulletproof lausn til þess að tryggja lítinn húsnæðiskostnað fyrir þetta fólk. En síðan það líka bara pólitík, hvort þú viljir styðja við fólk á leigumarkaði, en það svona nokkur þverpólitísk sátt allavega núna að það eiga að vera einhvers konar stuðningsnet, einhvers konar félagslegt stuðningsnet til fólks sem tekjulátt. Já, það sem að fer bara sent í pínu, mér finnst þau samt ekki rista nóg djúpt oft í þessar umræði, út af því núna var ég að lesa grein eftir Hilma Freys, þar sem hann var að fara yfir það hvaða kostar að fara í eigin framkvæmdir. Og ég hugsaði alltaf út frá því, af hverju steypa skynsamlegur gróðakostur? Af hverju skynsamlegt að fjárfesta í steypu? Ástæðan sú, í fyrsta lagi, þú getur náttúrulega gert ráð fyrir því að launaseðill lágtekjufólks kemur til með að hækka. Ef hann hækkar, þá getur gert ráð fyrir því að húsnæðisverð komið til með að hækka. Öðru leyti líka, þú getur gert ráð fyrir því að ríkisvaldið þvælist fyrir þeim sem að vilja skapa framboð. Ef að þessar tvær breytur eru fyrir hendi, þá verður alltaf skynsamlegt að fjárfesta í húsnæði. Og þú getur alveg farið í einhver svona skamtíma hugsunir það að auka skatta eða fara í ákveðnar og móka eignum en við verðum samt bara með sama frambúði. Útdeiling fermetra hræðileg hér á landi, út af því að ríkisvaldið alltaf að skipta sér aðeins nákvæmlega hvernig verktakar byggja, hvernig fólk má búa og hvernig fólk má byggja. Ef við myndum liðkallumis fyrir það að fólk gæti skapað sitt eigið húsnæði, að þá myndi miklu meira heldur en þessi húsnæðispakki gerir, þrýstingur minnka á það að húsnæðisverð hækkar. Ég eins og ég segi, og ég held fast í þetta, að núna þegar þú ert að auka skatta, þannig að bara sjálfsögðu eins og þú ert að segja, þá mun þetta koma til með að færast yfir á leigjendur. Og þegar þetta færist svo yfir á leigjendur, að þá mun ASÍ og BSRB
og svo í kjölfari BHM tala það að við skulum meta menntun til launa, koma til með að segja, heyrðu, við erum að fá hærri laun og þá hækkar húsnæðisverð. Þannig að við erum í einhverju hringekju þar sem að við erum alltaf að tala sama hlutin, en við spyrjum okkur aldrei bara af hverju steypa fýsilegur fjárfestingakostur. Þeir eru að reyna að gera hann minna fýsilegan með þessu og ég meina hærri skattar draga úr fýsileika. Þú segir þetta sér til skamstíma, ég meina þetta skamtíma að gera ef að skattin verða lækkaðir aftur og við vitum ekki hvernig það en svo lengi sem að skattin verða hærri þá er þetta minna fýsilegu fjárfestingakostur og hann náttúrulega, sammálaði mörgu í þessu sem þú sagðir, þetta sko fýsilegu fjárfestingakostur vegna þess að margir vilja búa hérna og við byggjum ekki nógu mikið í samræmi. Það ekkert flóknar en það. Jú, það getur verið einhver spírall að því að við kaupmáttur okkar eykst og þá hækkar húsnæðiskostnaðurinn, en ég bara tala húsnæðiskostnað sem hlutfall af launum og hann hefur hækkað og það vegna þess að það einhver frambóðsnökrar hana og svo, og eins og ég sagði áðan, það tekur á langan tíma að laga það. Það sem maður getur gert í skemmum tíma er að bæla eftirspurnina, gera þetta einhvern veginn svona minna arðbært og síðan lækka maður húsnæðiskostnað sem hlutfall af launum í samræmi. Þetta hefur verið gert í öðrum löndum. Í Finnlandi þar undar húsnæðiskostnaður mikill þar, en þar hefur verð á húsnæði ekki hækkað umfram laun síðust 20 ár. Þetta ekki láttur lögmál að við þurfum að búa við eitthvað frambóðskort og tala líka að stjórnvaldi ekki að þvælast fyrir og já, það rétt hjá þér að regluverk hins opinbera leiðir til hærra húsnæðisverðs. Hlaðvarp í samstarfi við heitirpottar.is, hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn, þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land og nú jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa, þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það ekki hægt að setja verðmið á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því mikilvægt að huga að báðu og það nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni, þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fosshálsi 13, en þar opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is græja þetta fyrir þig. Ég ekki tala að það sé bara, 30 milljónir starfkostnaður, einhverja kvart yfir því. Þetta sé 100 áskallar á hver fermeter bara frá upphafi. Það getur verið að en reyndar vil ég benda á það að fasteignaverð hefur hækkað langt umfram byggingakostnað sko. Þannig að það ekki allt það, en við erum líka að sigla núna inn í svona tímabil þar sem að ekki jafn arðbært að byggja og það hefði verið árið 2019 til 2003. Seðlabankinn búinn að gera mjög góða greiningar á því, fjármálastöðuleika ritunum sínum núna 2 í þessu ári, sem að benda á að sko, í byggingagerðinu það var arðsemi eigin fjár, hún var svona, ég held að það hafi verið 16-24% á þessum árum, 2019-2023, og eigin fjárhlutfallið fór úr 30% í 37%. Þá fengu mörg fyrirtækjana ágæta sjóði og svo nýttu þessu sjóði að byggja meira, sem flott, sem það sem við vildum og það sem markaðurinn kallaði eftir, en svo hefur eitthvað farið úr skeiðis og fólk vill ekki kaupa mikið af þessum íbúðum og það svona hafa verið óseldar núna í svona, þetta ástand hefur núna varið í svona 1 ár og mun vara lengur vegna þess að það gengur svo hægt að selja þessar íbúður og þau hafa náð að halda sér gangandi samt síðustu mánuðum með því að byrja fullt af nýjum framkvæmdum. Þau hafa gert það núna í síðustu 6 mánuði og síðustu 12 mánuði vegna þess. En eignum er samt, það eru fullt af eignum á markaði. Já. Og ég sko búin að maður skjóta einu inn í út af því að mér finnst þetta mjög áhugavert það sem þú ert að segja. En líka ofan í þetta að þá náttúrulega eitthvað sem að ég hef áhyggjur af og ég hef talað við verktakar sem hef áhyggjur af þessu sem að einmitt að jú, þeir eru að reyna að byrja ný verkefni en aftur á móti að ef þeim tekst ekki að selja þessar eignir
sem Inga Sæland skammar þá fyrir að hafa of dýrar þrátt fyrir það að viðurkenna að regluverki sé allt of íþingjandi en þá þurfum við bara að setja þessar kennitölur í þrot þá erum við komið aðalega sem eru bara dátnir úr leik og ekki að fara að klára sín verkefni eins og gerðist á ég held að hafa verið Kársnesinu hann nýja og svona það sem að ég man ekki hvað verktakinn hét en þá þurftu við að setja því þrótt og einhver annar að taka við en það líka var velti yfir í kostnað. Og þetta þessi þróun sem ég hef mjög miklar áhyggjur af. Ég hef áhyggjur af því að byggingagerinn, hann hefur sýnt mikinn styrk núna á undanförnum 12 mánuðum en þetta ekki endalaus peningur sko. Hann mun tæmast og ef að verður ekki eðlilegur gangur á þessu, ef að verður ekki þú veist, ná ekki að selja eða bara halda áfram að halda þessum íbúðum óseldum og enginn kaupir og lánakostnaður að vex og vex þá geta fyrirtæki farið í þrot og það er náttúrulega þegar það gerist, þegar kemur samdráttur í greininni eins og hefur byrjað núna samdráttur, það er náttúrulega þeir óframleiðinuðustu, það eru lítil og meðalstór fyrirtæki sem að finna mest fyrir því, stærstu geta ofta staðið þessi storminn og það er náttúrulega eitthvað sem við viljum ekki sjá, við viljum sjá stöðu og uppbyggingu. Þannig að það er virkilega svona mikið áhyggjuefni ef að þessi staða leysist ekki. En þetta er markaður og það er, maður getur verið ósammála markaðsöflum, þeir eru enda til staðar. Ef að íbúðir seljast ekki á þessu uppsettu verði, það munur örugglega seljast á einhverju lægra verði. Og það var bara tímaspursmál hvenær það seljast og hvenær það lækka þá í verði eða þá ef að eftirspurnin eykst þá geta það kannski selst á þessu verði og kannski þessuna sem að verktakarnir eru að bíða með að selja og lækka ekki verðin sín. Hlaðvarpið er í samstarfi við heitirpottar.is hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land og nú er jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það er ekki hægt að setja verðmiða á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því er mikilvægt að huga að báðu og það er nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fossalsi 13 en þar er opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is græja þetta fyrir þig. Nei, en ég meina, en þú veist, okkur ættu er, sko, jafnvel ef við höldum hinum breytunum eða höldum breytunum bara föstum og segjum sér svo að þeir munu koma til með að selja þessar eignir þó að það gangi aðeins hægt núna. Menna, af hverju ættu þeir samt að ráðast í ný verkefni þegar ríkisstjórnin eru beinlínis að reyna að lækka verð á fasteignum með því að reyna að þvinga fólk inn á markaðinn. Þú veist, það er svo margt í þessu og eins og segi, þú veist, Sigurður Hannesson hefur verið að kvart yfir því reyndar í samhengi með Seðlabankann að þetta sé allt og erfitt en ég meina þegar við horfum bara heilt yfir á bara aðgerðir ríkisvaldsins að þá er það svo kvikt að það er náttúrulega, þú veist, það tala sporin hræða. Ég meina þegar þú ert bara einhvern veginn að dæla inn einhverjum aðgerðum einhver tíman að svo virðist að þá, ég meina, þú veist, talandi bara byggingarreiðnaðinn. Það er líka kvartað yfir því að þeir hafa ekki verið hafið með ráðum í þessum húsnæðispakka heldur hafa þetta bara verið einhverjir rúllukragar í borgatúninu og fólk með styttingum vinnuvikunar sem ákveður þetta en af hverju er ekki talað við þá út af því að stjórnmálamenn byggja ekki húsnæði. Ég þoli ekki þegar Inga Sæland eða Einar reyndi að gera þetta líka þegar hann var borgarstjóri alltaf við ætlum að byggja hérna. Þú ert ekki að vera að byggja nokkuð skapaðan hlut. Skapa skilyrði til að byggja. Já, en þeir segja samt við ætlum að byggja. Einmitt, sem er villandi. Já, ég meina, þetta er, sko, svo byrjum á því af hverju er fólk að byrja með nýja verkefni núna vegna þrátt fyrir að stjórnvöld sé að reyna að draga úr. Það er góð spurning. Kannski er það vegna þess að grundvalla þættirnir sem er að baki mikill eftirspurn eftir húsnæði er ennþá til staðar. Það er ennþá mjög mikið af fólki sem að Hagstofan spáir að munu koma til Íslands og vilja búa á Íslandi. Við höfum síðan núna að í ár mun ekki að öllum líkindum mannfjöldaspá Hagstofu ekki standast. Okkur hefur fjölgað mun hægar, tölum við það ágætlega síðast, en svona þú ert alltaf að hugsa fram í tíman, þú ert að byrja nýja verkefni, það tekur svo langa tíma að koma svo markað.
þannig að þú veist reyna að hugsa hvernig verða markaðsaðstæðina þá og það er náttúrulega stjórnvöld vilja ekki með húsnæðispakkanum sínum keyra allt í frjálst sko, þau vilja ekki að verð lækki hérna af vitleysum ástæðum að verða þess að fólk vilja ekki búa hérna, þau vilja fólk búa hérna en að verð hækki bara í samræmi við aðra verðþróun og ef að það gerist þá er ennþá hagkvæmt að byggja allavega með við hérna þú veist setja í spór verktaka sem að byrja að byggja núna og sér hagspárnar næstu 2 ára það eru ekkert eitthvað brjálæðislega góðar eða maður er ekki búist við eitthvað klikkaðri verðhækkun, ekki gera Seðlabankann í það við að HMS reynum að spá ekki fram í tíma með verð verðan þess að okkur finnst það ekki vera okkar hlutverk en bara markaðurinn virðist vera á þeirri línu að verð sé ekkert að fara að hækka rosalega mikið og þetta sé svona að vera hérna, ágætis gangu bara eða svona nokkurn veginn stöðuleiki þetta fyrir mánuði síðan kannski en hérna þess vegna hafa þessir verktakar haldið áfram að byggja vegna þess að það hagkvæmt að byggja En ég bara, já, eins og segir sko, þegar við erum að tala þetta í samhengi við verktakar núna þá einhvern veginn ímynda ég mér allavega að það væri mjög skynsamlegra að fara í einhverjar aðrar framkvæmdir þar sem þú getur svolítið svona hort á þetta og hvernig dóminóin falla því að það er bara út af þessum húsnæðispakka að þá er bara orðið margfalt erfiðara að sjá einhverja sýn á það hvernig þetta verður nákvæmlega þannig að ef við erum að hugsa þetta sem sko rúllettu það búið að bæta inn svo mikið af flipum sko. Já, býr til óvissu með þessum Já, þú veist, það sem við allavega í HMS viljum gera er að reyna að draga úr þessar óvissu þú veist, við svona teljum vera okkar hlutverk að svona En finnst þér að leysa stöðuna samt núna, þú veist, með þessar forsendur því að þú byrjaði náttúrulega að segja að það væri mjög erfitt að leysa í stöðuna út af því að það væri svo mikil óvissa Já. Hún er orðin, það er mun erfiðar að leysa í þetta núna eftir hennar húsnæðispakka Sko, sérstaklega eftir sko, ég myndi segja að vaxtamálið sé stærsta rót óvissunar við erum að fara að gefa út frétt núna í þessari viku, verður örugglega komin út áður en þessi þáttur fyrir loftið okkar skoðun á húsnæðispakkan og hérna hvernig áhrifan hefur á fasteignamarkað og húsnæðismarkað til þess að koma með einhvers konar vissu eða draga úr óvissu hvað muni gerast. Hvað mun standa þar? Það mun standa, það er lægra, það eru þættir sem að draga úr eftirspurn og auka framboð á fasteignamarkaði. Teljum að það geti leitt til lægra húsnæðisverðs eða minni verðþrýstings á húsnæðisverði frekar til skamms tíma og lengri tíma. Við teljum að séu þættir sem geta leitt til hærra leiguverðs til skamms tíma en lægra leiguverðs til langs tíma. Við erum alltaf eftir að tala þrengingar og Airbnb íbúðum, það getur líka auki framboð á leigumarka. En þetta er fullt af aðgerðum eins og segir og auðvitað býr það til ákveðna óvissu og við áhættufalnum ríkisstarfsmenn fílum það ekki en við sjáum samt hvert örvarnar benda. Við sjáum stóru línunar í þessu og ætluðu áhrifin af þessum aðgerðum og ég held að það sé mjög hollt að byrja þar og síðan skoða hvaða áhrif eru sterkari framboð að fara að aukast, eftirspurn að fara að aukast, verð hækka og lækka það kemur allt eftir á, við þurfum að mæla það en við erum allavega að koma með svona ágætis roadmap svona hvert við teljum okkur vera að fara með að við, þú veist, allar þess aðgerðir Hefur að horta hérna Always Sunny in Philadelphia? Ekki mikið. Ok. Það var hérna Charlie Day sem er svo leikarinn. Hann hérna honum er úthlutað það hlutverk að vera wildcard þegar þeir eru að kaupa mikið af hérna bensíni og svo eru þeir að keyra og eru að fara að selja eitthvað bensín og þá sker hann á bremsunar og segir hérna öskrar wildcard og hoppar út í bílnum. Mér finnst ríkisstjórnin vera pínu þannig út af því að eins og segi þú veist það er mikið uppsögnum það er gæti orðið samdráttur þrátt verið það sem mikið þróttur í ákveðnum ákveðnum geirum það er óvissa á Grundartanga PCC Bakka, mikil óvissa það er óvissa mjög víða Play farið út Icelandair að segja upp starfsfólki fleiri hópuppsagnir að mér skilst á leiðinni samkvæmt Vinnumálastofnun
og eins og þú segir langstærsta breyting á lánaskilyrðum í mjög langan tíma sem að kemur út af þessari ákvörðun Hæstaréttar í vaxtamálinu fyrir fyrstu kaupendur og tekjulága sérstaklega. Já. Þá er maður bara, og þá spyr maður sig þess vegna eins og ég segi, þess vegna setjum ég þetta í samhengi við þetta wildcard dæmi er bara út af því að mér finnst svolítið, þú veist, jú, við getum komist hraðar á leiðarenda, kannski mun þetta bara leiða til góðs og það er alltaf lagi. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem að veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim er Alvöru Bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá læturðu gera þetta almennilega og það er nákvæmlega sem Alvöru Bón gerir. Ferð með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á Alvöru Bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru Bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. En þetta er samt sem áður svo stórkostlega áhætta í öllu því sem er að gerast. Og eins og segi, ég og þú erum báðir opinberir starfsmenn. Það er ekkert mál fyrir okkur, við höldum á okkar launum og kvörtum yfir því að fá ekki nægilega mikið kulnunafrí. En svo er bara alvöru hagkerfið líka í gangi sem að mun þurfa að takast á við miklu erfiðar aðstæður. Þess vegna finnst mér svo gufuruglað út af því að ég segi, og ég skil þig þegar þú ert að tala að þessar forsendur séu góðar út af því að þetta getur gerst þetta, en það eru rosa stór á hverju einasta skrefi og ég hef líkt þessu svolítið við að þegar við erum að setja alltaf svartan og það lendir og þá gerum við aftur og lendir aftur en ef við erum að hugsa út frá það hluta, það þarf ekkert mikið að fara úrskeiðis á einu af þessum fyrirbærum til þess að það hafi víxlverkandi áhrif á öll hin og þá mun það koma til með að falla. Já, þetta er alveg rétt og það er mikið, þú veist, við opinberi starfsmenn hér erum uggandi nei, ég segi þetta er bara pólitík og þú veist, það er pólitískt kapital undir það er verið að setja ákveða að beita stórum aðgerðum til þess að virkilega hafa áhrif á húsnæðismarkaðinn. Það er ekki bara verið að koma með einhverja teknokratískar aðgerðir sem að gera svo sem ekki neitt en eru bara svona formsins vegna og svo er líka það sem að mér finnst jákvæðast er það ég var sem sagt á vinnustofu húsnæðismál fyrir ár og Ásgeir Jónsson var með erindi og hann var spurður hvað er það sem stjórnvöldlega ekki gera á húsnæðismarkaði og hann sagði hætta að gefa öllum nammi. Það er að segja að hætta að vera með einhverjar stuðningsaðgerðir sem bara feita út vegna þess að þær eru gefnar öllum. Þannig getur maður hugsað stórar aðgerðir eins og leiðréttinguna sem var rosalega mikið svona frýr peningur fyrir alla og leiddi til herra húsnæðisverðs á endanum. Allir tala það sem eitthvað frábært. Það var alveg, ég hef alltaf verið bara, það var galið. Já, ég er ekki hrifinn af þessari leiðréttingunni eða áhrifin sem að hún hafði á húsnæðismarkaðinn. Ég ætla líka af þeirri kynslóð sem að þurfti að finna fyrir herra húsnæðisverði út af leiðréttingunni. En að því sögðu, þú veist, já, þá er þetta þetta er ekki frí peningur fyrir alla, greinilega, þú veist, það er mikið verið að þrengja, það er mikið verið að nota vöndin í stæðan fyrir gulrótuna, þú veist, það er verið að hækka skattlagningu eða auka skattlagningu og það er verið að það er verið að loka glöfum. Já, ég meina, það má líka segja loka glöfum en þess að þau eru ekki að hækka skattprósentu, þau eru bara að losa sig við undanþágur, þannig að, þú veist, ég skal gefa þeim það. Þau eru að hækka skattana úr 0 upp í 22. Já, þeir fjármagnstekjuskatturinn hefur alltaf verið 22%. Já, en þeir eru að setja skatt á einstaklinga sem eiga fasteignir og hækka það úr 0 upp í 22. Já, eða þú veist, já, ok. Orðhengilsáttur kannski. En ég var komin að því, að segja að þetta er ekki allt vinsælustu aðgerðirnar, þetta er ekki allt ódýrustu aðgerðirnar, hvorki þú veist, pólitískt ódýrar ég myndi segja þannig, frí peningu fyrir alla og svo díla næsta ríkisstjórn við afleiðingarnar. Það er, þú veist, verið að taka einhverja svona sársaukafullar aðgerðir, sjáum til hvort það borgi sig. Ef þetta hefur slæm áhrif á húsnæðismarkaðinn, þá bara bera þið ábyrgð á þessu. Þú veist, þetta er bara það stórt. Þetta mun hafa áhrif á húsnæðismarkaðinn og þá þurfum við bara að taka því sem gefst. Já, nei, kannski er þetta svona hafið með leið afuera. Já. Nema á vinstra vægnum. Það geta alveg verið, ég veit það ekki en ég er alveg sammála samt Ásgeiri Jónssoni það að við erum að hætta að vera í einhverju svona softball politík
en mér finnst oftar á móti bara eins og ég kom inn á aðan, bara með að vera með svona margar stóra breytur í einu, að þá erum við, ég allavega svona, eins og ég sé þetta og hafandi einhverja reynslu að því að vera að spá í þessu markaði, þá tel ég að það er algjörlega fyrir séð að þetta mun koma til með að hafa slæm áhrif, saman hvort að það verði til lengri tíma, skemmri tíma fyrir ákveðin hóp, hvernig sem það verður, það mun einhver vera mjög ósáttur og þá er ég ekki bara að tala um aðalega sem eiga fasteignir, heldur bara það verður einhver ósáttur og held ég bara mjög margir út af því að þetta mun vera það mikið slag á markaðin. Ég er alveg sammálaður sko ef við finnum svona út í pólitíska hugmyndafræði, ég meina til mér svo kulnun sem ég veit að þú hérna bast sérstaklega að ræða hérna. Já, einmitt. Þú veist, ég var að fara yfir hérna tölur yfir virk að hérna 95% eða eitthvað af þeim sem hafa farið í kulnun eru ekki í kulnun og ég tel alveg að það sé nammi sem að mun koma til með að vera eitthvað sem við hættum að gefa fólki. Já. En hérna kannski bara réttilega ljúka þessu með hérna húsnæðismálin. Sko ef þú horfir svona vítt yfir þetta að út af því að núna hefur Guðmundur Hrafn einmitt kvarta yfir því að þetta mun leiða til þess að sko húsnæði mun að endingu verða fýsilegri fjárfestingakostur. Og hann segir að hann færir svolítið sömu rök og ég fyrir því, en þó svo við séum náttúrulega ekki sammála hugmyndafræðilega og telja að þetta mun koma til með að lega til hærra leiguverðs sem að síðan gerir það að fýsilegri fjárfestingakosti. Út af því við komum inn á hana punkt aðan, þú varst ekki alveg sammálaði. Hver eru rökin gegn því? Út af því að já, það er hægt að færa rök fyrir því að komið framboðin á markaðin, en ef að þú ert samt sem áður samhliða því að gera ráð fyrir meiri leigutekjum, að þá eru þeir aðilar sem nú þegar eru á markaðu og eru að kaupa eignir en eru að fara að borga sama skatt hvort þið menn eru þeir ekki alltaf að fara að fjárfesta í þessu húsnæði? Því ég veit við komum inn á hana punkt aðan. Já, ég skil, já, en mér finnst það fínt, mér fannst þú nálgast þetta með öfugum hætti að húsnæði er því betri fjárfestingakostnaður vegna þess að leiguverð er að hækka, en leiguverð að hækka er náttúrulega viðbrögð við því að húsnæðisverð sé verri fjárfestingakostnaður. Þannig að þú talar jú, ok, við erum með leigufélögin, það gerist ekki til þeim, þú veist, það er óbreytt skattlagning hjá þeim og svo erum við með leigusalana sem að fá hærri skattlagningu. Leiguverð, segjum þessu svo að leiguverð hækki út af þessum. Leigusalanir, þessi leigufélög græða vissulega á því, segjum það, að eftirspurnin þeirra eykst eftir leigu íbúðum til leigu út, það er að segja, og þeir reyna að kaupa fleiri leiguíbúðir en á móti fara fleiri einstaklingar og mitt argument er bara það að sá samdráttur í eftirspurn hjá einstaklingsleigu sölum sé meiri heldur en svo aukning í eftirspurn hjá leigufélögum. En þú veist, eins og þú sérð, þetta er allt rosalega mikið vúdú. Ég líka bara að velta fyrir mér sko, hlaðvarpið er í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is er heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það er fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það er ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Það er annað í þessu líka, ég meina hver er sársaukaþröskuldur, pólitíski sársaukaþröskuldur ríkisstjórnarinnar gagnvart þessu? Ef að eins og ég segi, þú veist, segjum sem svo að leiguverð hækki 20-25% sem ég gerir ráð fyrir því að það gerir út af því að það verður ákveðið svona á hversu löngu tíma? Bara frekar skömmum tíma, ég myndi segja ári. 20-25% ég geri það væri svakalegt með við það sem ég er að heyra undan mér þá leigusala sem ég er að tala við að þá þá ger ég fastlega ráð fyrir því og eins og segi, þú veist, það er líka ákveðin út af því að allt með fasteignamarkaðinn saman hvort það séu leigusalar eða leiguaðilar eða byggingarverktaki, þú veist, það er rosalega mikil svona, hvað ég að segja, hátíðna og stressfaktornum, þú veist, ef við horfum á þetta sem svona jarðskjálftalínuritt,
að þú veist, það verður rosalega mikill stressfaktor og þá verða rosalega margir aðalega stressaðir og fara að draga út fé eða hækka mikið þannig. Okay. Ég bara að pæla sko, hver svona sársaukaþröskuldur ríkisstjórnarinnar gagnvart þeim leiguaðilum sem núna að fara að taka á sig þessa hækkun, jafnvel út af því að leiguverð búið að vera hækkað og jafnvel ef það hækkar, segjum 15%, það verður mikil óánægja gagnvart þessu. Já. Þannig að ég svona spá hver, þú veist, þá gerir ég ráð fyrir komin í einhver svona bútasaums hugmyndafræði aftur sko. Já, ég meina þetta er svo stór hluti af kjósendum, tæplega 30% fullorðinna á leigumarkaði, þannig að ef að leigjendur fá ekki að sjá þessi jákvæða áhrif sem að þessi pakki vill hafa á leigumarkað, ef að leigjendur fá ekki að sjá hann nógu snemma, þá gæti verið að þessi ríkisstjórn verður bara dæmd á því, þú veist, og þá þarf hann bara að bera ábyrgð á því. Það það slæmir við að taka svona stóra ákvörðun og það er bara að bera ábyrgð á þeim, en það einhverju þættir sem gætu gerst, gætu verið, eins og ég sagði áðan, Airbnb-eignir komið nógu mikið inn á markað til útleigu, eða þá að húsnæðis lækki það mikið að þeir geta bara farið á leigumarkaðnum, sem er náttúrulega það sem að ríkisstjórnin vill. Hún vill greinilega að fleiri kaupi sér íbúð og kannski ánægjan á því nógu mikil segja til þess að draga úr þessu, en þetta er alls ekki eitthvað svona augljóst að þetta verði jafn vinsæll pakki eftir 1 ár eða 2 ár. Nei. En fyrir ekki þessi grípið fram fyrir þið, en þú veist, þau eru líka búin að boða annan pakka og það verður mjög spennandi að sjá hvað verður í honum sko. Ég veit það ekki sjálfur, en ef að það kom einhverja aðrar tillögu þar, þá náttúrulega kemur annars sjokk á markaðinn sko. Já, ég veit ekki sko, mér veist einmitt bara, og eins og náttúrulega, þú veist, þannig erum við komin náttúrulega bara á ákveðin hugmyndafræðilegan ágreining sem að ég með gagnvart þessari ríkisstjórn sem náttúrulega bara til að, þú veist, það engin stjórnmálamaður sem byggir húsnæði, Halla Gunnarsdóttir kann ekki að byggja húsnæði, það ekki rúllukragar í Borgartúninu sem kunna að byggja húsnæði, það fólk með sigg á puttunum, en þeir eru bara ekkert svakalega vinsælir út af því að þeir eru ekki með nægilega fallegan orðaforða til þess að vera báðnir upp í Kjarval. Þannig að þetta verður spennandi. Jónas, takk aðeins það fyrir að koma. Eins og segi, við alltaf ná góðu spjalli og það er líka ég fæ oft mörg skilaboð í kjölfarið á því að hafa spjalla við, þannig að við gerum þetta einhvern tímann bráðlega aftur. Takk aðeins það fyrir að koma og hangið til næst. Takk.